Já, komið sæl og velkomin aftur að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hér og hingað komin til þess að ræða karlmennsku á krossgötum. Hjá mér eru góðir gestir við borðið. Það er Viktor Gunnarsson, bardaga kappi og Brynjar Karl, körfubolta séni, myndi ég ekki segja það, og þjálfari. Bara kalla mig þessu vil. Verið velkomnir. Sko, ég ekki kall. En ég ger mig grein fyrir því að körlum í samfélaginu okkar, þeim hefur allavega liðið betur. Það mikið sjálfsvíg, ungi karlar, þeir fara fyrr út í alvarlegri glæpi og það eru svona ýmsir, ýmsir svona hliðarkvillar þess að körlum líður illa. Og það svona langar mig svona leiða saman hérna ólíka karla og hef gert hérna í nokkur skipti til þess að ræða svona Þetta meina karlar fara fyrr út í glæpi en áður, bara yngri? Sko þeir fara, já það bæði yngri og svo það líka, það eru alvarlegri glæpir í rauninni á meðal yngri manna. Það eru svona alvarlegri heldur en áður, já, sem eru þetta áhugjefni. Þó að glæpatíðinni hafa einhvern veginn svona haldist kannski svolítið flött, þá eru ljótari glæpir. Þeir eru að vinna hvorum öðrum megin og þá með vopnum og annað og svo eru þetta heimilisofbeldi er líka einn liður í þessu að körlum líður hreinlega bara ekki nógu vel. Þannig að hvað getum við gert? Og svaraði nú. Svona beint svar. Já. Fólki greinir á þessi leiðir. Feministar hafa svona ákveðna sín og svo eru þeir sem að myndi til þessi kannski í mótsvari við feminisma, svona þennan standard feminisma, þeir segja annað. Frá svona kannski mínu, það sem ég get borið upp á, ég hef tekið eftir mjög mikið af karlmönnum, þeir eru ofskaplega týndir bara frá mjög ungum aldri og ég sé þetta í mjög mörgum strákum sérstaklega sem koma upp í Mjölni er að þeir eru ofskaplega týndir í hvað þeir vilja vera sjálfur, skilurðu. Eins og ég sé mjög marga stráka sem fara kannski eitthvað nám í menntaskóla eða háskóla, hafa ekki sérlega mikið áhuga á því og komast ekki mjög langt við að hætti menntaskóla eins og ég er menntaskóla dropout og svo kannski fara eitthvað nám í háskóla, finna ekki mjög mikið tilgang í því og hættaði því. Svo það sem karlmenn eru mjög oft, allavega frá svona mínu sjónarhorni, karlmenn eru oftast mjög oft að leita af einhverju svari í lífi, allavega. Sko, ég finnst bara svo mikið að það er svona farað að leita, ég sé svo mikið af karlmenn leita til einhverja fyrir svona fyrirmynd og þá getur líka séð marga karlmenn fara í þetta rabbit hole af þú veist, hvað aftur mannasfér, drasli, hvort það hafi verið, skilur, Andrew Tate eða einhver svona, þú veist, fígurur eins og jafnvel Donald Trump jafnvel eða Elon Musk eða hvaða svona fígura sem segir við sko, svona þetta gert, svona gerði ég þetta og þið getur gert það líka en það getur ekki verið alveg svo sem satt. Þannig ef ég segi stráka byrja svona að koma upp og ef þeir hafa ekki þessa fyrirmynd til að svona ljóta fyrirmynd til að fara eftir þá skilur fara bara í skilur bara einhvert allt annað, hvort það sé gæti verið skilur glæpurinn eða jafnvel bara éta í sér þunglindi eða hvað sem er. Fyrstu samlega þessu Brynjar? Fyrsta lagi bara, akkur bauðstu mér? Já, því þú ert karl, allavega svona síðast því vissi. Það er bara svo margir karlar núti. Já, þeir eru margir og við þurfum bara við þurfum að fá pláss fyrir það og ansi marga. Þú er nú unnið mikið með stelpum, en ég meina þetta er auðvitað sama baráttan svona í grunninn. Þetta er bara, við viljum bara öllu fólki líði vel í samfélaginu okkar, ekki satt. Ungi karlar virðast líta mikið upp til þín. Nú við skoða bara, já, svona af kommentakerfunum og svona, hvað ég segja, svona social media að dæma, þá ert þú svona, þeim finnst þú flottur kalla lítið upp til. Ekki konum? Ég vonandi konum líka, en það fer minna fyrir því. Dóttir mín lítur upp til mér. Já, það fer minna fyrir því, en við, að því að við erum að fókusa á karla, þá væri svo fínt ef að, ég meina... En er hægt að taka það alveg bara svona aðeins að
taka stelpunar inn í þetta líka, sko. Segðu mér. Já, ég nefnilega, þú veist, að því að þau vorum að ræða bara svona, þú veist, að hérna strákum vantar tilgang og svona og hérna ég upplifði þetta ekkert öðruvísi stelpumegin, sko. Nei. Svo náttúrulega bara myndbirtingin, sko, því að við búum náttúrulega í svona velmögunar velferðarsamfélagi og mér er alveg sama hvað allir segja, við höfum það nokkuð gott og það eru tækifæri og þetta gæti verið miklu verra og hérna, þú veist, ég er að vinna með sko stelpum upp í Efra-Breiðholti sem að við myndum kannski öll samþykja að væri kannski svona sú stétt í samfélaginu svona yfir að heila sem hefði kannski svona fæst tækifæri en ég sé samt alveg helling af tækifærum fyrir þessa krakka sko ef við búum þau til og hérna ég get ekki betur séð en að ég sé að fá alveg fullt af stelpum sko upp í Efra-Breiðholt sem er bara þvílíkt að leita að tilgangi sko og svo er þetta kannski bara dálítið, þú veist þannig að þú veist, ég er svolítið að koma kannski að þessu svona dálítið frá þeim svona frá því sjónarhorni heldur en að vera eitthvað sérstaklega að horfa á þetta sko að strákarnir sé einhverju vandræðum sko því að ég til dæmis hérna hefur nokkru sinnum sett svona allavega einhvern hluta samfélagsins á hliðina fyrir það eitt til dæmis bara hafa þjálfað stelpur sem ég hef alltaf þjálfað stráka sko þannig að þetta er svona En hver er munurinn á einmitt, af hverju þessi munur? Af hverju setur allt á hliðina með því að þjálfa stelpur eins og þjálfa stráka? Hvað er það sem að við leifir, sem að segja samfélaginu sko, sem segja samfélaginu að það sé í lagi að þjálfa stráka á ákveðin hátt en leiðu þú gera það við stelpur, þá er eitthvað munur. Já, ég nefnilega, ég held ég sé að koma alltaf nær og nær því að vera með einhverja kenningu á þessu sko. Og ég held að stór partur af því sé sko að því að þegar ég laði að stað með þetta verkefni þá fannst mér ég vera að rekast á kallrembur þú veist, það voru svona einhverjir kallar sem sátt í einhverju svona valdastól skiluru og bara svona nefnt ekki að taka tillit til stúlknana og það bara einhvern veginn svona fékk að viðgangast og fyrir mér var svolítið auðvelt að komast í gegnum kallrembuna sko. Það sem mér finnst ég eftir að móti vera að takast miklu meira á við í dag að það er þessi ég er alltaf að nota þetta orð sko, ég er búin að vera í ansi mikið af podcastum og eitthvað svona núna ég er alltaf að nota frasa sem að Magga Pála nota sko, sem er svona þessi bleika, hún kallar þetta bleiku slíkjuna sko, sem er einhvern veginn þannig að þegar að sko, að því við erum að tala um fyrirmyndir sko, því að stelpónum mínum í Aþenu vantar ofboðslega fyrirmyndir og þú ert að tala um það líka, strákum vantir fyrirmyndir og hver eru fyrirmyndirnar og þegar þú ætlar að taka til dæmis slaginn og auka virði stúlkna að þá þurfa stelpurnar dálítið að, þú veist, hver er það í kringum mig sem er að auka virði sko stúlkna því að sko þegar þú gerir það að þá byrjar þú náttúrulega að nuddast utan í kúltúrin og þú byrjar að nuddast utan í kúltúrin þá, þú veist, og ef hann er þykkur og ef að þetta er eitthvað sem er búið að vera grassera á svo lengi þá er kúltúrin ekki ánaður, þú veist, þetta er eitthvað svona kerfi og kerfi er alltaf einhvern veginn að viðhalda sjálfur sér og þá eru allir rosalega fljótir einhvern veginn að finna það að ef þú ætlar að vera öðruvísi og það skiptir bara einhver máli á hvað sviði, á hvað stíi það er að þá verður allt vitlaust og ég get ekki betur séð heldur en að stelpur séu rosalega aldar upp við það að þær eiga bara svolítið halda sér til hlés og ekki vera með neinn læti og hérna vera sætar, ég meina þú talar um það bara, naglalakið mitt hérna, þú veist mamma er að horfa á mig, skilur þú bara Já, þetta er bara imprentað en svo er þetta líka snýst þetta að vera svona bara sendir að sig kannski líka bara ekki ég er bara nokkuð þess að við höfum labbað inn og hlutin væri ekki einhvern veginn í lagi sko. við verðum ekki að pæla í þessu sko. Þannig að hérna þannig að það er En væru þið að pæla í þessu kannski en myndu bara ekki segja það svona uppátt Já, en þá er það akkurat máli sko. Þú getur alveg verið að pæla í þenni þú ætlar ekki að vera þú veist, make a fuss about it sko. Þú veist, hvað er ég að afsaka mig hérna fyrir hinum eða þú veist, hvað er ég að gera
þú veist, þannig að ég sko, málið bara þetta ég líti á þetta bara daldið þannig að hérna það getur verið erfitt í svona samfélagi eins og við búum í dag þar sem að til dæmis líka bara vera ofvernda og það má ekki minna pælt í því ég má ekki öskra á tvítuga konu þú veist sem að hérna að spila sko barda íþrótt körfubolta það eru 2 mínútur eftir og við erum sko í hörkuleik og búin að vinna upp 14 stig og það var keyrt allt upp á einhverju geðveiki á þess að bara allt verið brjálað það skilur mig, þú veist og bara allt í einu er að koma alls konar svona einhverjar svona hvaðir einhvern veginn út úr samfélaginu sko það, þú veist, það má ekkert vera erfitt en væri þetta öðruvísi og heldur þú til dæmis Viktor að þú veist þetta væri öðruvísi ef hérna hann væri kona og hann myndi þjálfa með sama hætti ég náttúrulega veit það ekki alveg sko en 100% já, ég myndi ekki vita það ég ekkert rosalega vel máli sko, ég í þannig íþrótt sem það rosalega lítið af svona kvenna þátttakaldi það rosalega lítið af konum í bara barda íþróttum yfir höfuð skilur svo það allavega ekki sama tenging sem ég hef við skilur við það náttúrulega allavega sko ég En af hverju heldur það að sé einmitt svona fáar konur í þinni íþrótt? Sko þetta kallasport? Þetta, sko, það sem ég myndi telja það þetta rosalega perceived litið á sem smá svona cage fighting skilur. Þetta rosalega öllu leyti karlmennsk íþrótt skilur. Það áhuga menn sem þú veist fylgjast með íþróttinni eru myndi ég segja meir hluta skilur mjög hár hluti allavega karlmenn allavega og það getur blætt rosalega mikið inn í íþróttina en ég tekið mjög mikið af svona skilur svona leiðilegri svona þú veist karlrembu svona dæmi mikil karlremba í þessu sporti? Smá sko, ég reynir sjálfur sko að svona halda mig sjálfum í það þannig svona tjekka hverjir í kringum mig með allavega bardaíþróttir en á sömu leyti þetta það sem hann var svolítið að tala með að maður þarf samt að sko, koma fram við fólk eins og það sé bara erfitt skilur eins og mín svolítið frá svona minnu upplifun alltaf þegar ég var að leita á einhverjir svona fyrirmynd skilur fyrir sem var ekki skilur pabbi minn þá var það skilur þjálfari minn hann Lúka sem var allavega mínum að mjög sterk fyrirmynd til að líta upp til en hann gaf mér og öllum öðrum þegar það var svona konur í liðun okkar ógeðslega mikið tough love bara þetta að bara þið eru öll bara á sama leveli og þið eru öll að fara að eiga ógeðslega erfitt og þetta var rosalega erfitt og kannski tók mikið á mann en þetta byggði okkur upp á svolítið þannig hátt að við verðum miklu betri Skýrðu þetta alveg út, segðu hvað tough love er Já, hvað tough love, koma með það Sko, bara náttúrulega ég sko greindi með einhverju svo ég myndi kannski gera hlut sem aðrir voru kannski Engar afsakanir En það sem að myndi koma upp eins og til dæmis kannski myndi ég dotta af kannski myndi ég gera einhverja svona kjánulega hluti inn í tíma og það var bara skjóta það beint niður bara engar svona kjánaskapina þú þarft að vera 120% fókusaður í hvað þú ert að gera og ef ég kannski var með eitthvað smá kjánulæti eða var eitthvað að missa einbindinguna þá var það bara heyrðu, hættu þessu bulli hættu með að vera svona þú ert hér til að vera íþróttamaður þú ert hér til að vera bardagamaður það ekki neitt pláss fyrir svona litla kjánaskapalæti þú mátt kannski gera fyrir utan æfingarnar En var eitthvað disciplin? Já. Hvernig var það? Sko, bara disciplinin myndi bara fara upp í það að, skilur, bara náttúrulega bara ekki vera að borða svona mat og allt sem mann, skilur, það bara svona byrjunarpunktur náttúrulega, en svo myndi það vera, skilur, eins og ekki, ef þú myndi missa ef ég var að skilja og sparra, þá var kannski þjálfarinn með svona, þú veist, svona pappa, þú veist, svona sverð, bara búið til úr
blaðpappír, myndi með sendunar, hann myndi vera svona á hliðinni, svona létt svona sláman. Já, og beigja í hausinn. Já, en það var ekki það slæmt. Það má ekki í körfubolta. Já, en málið sko, þetta rosalega, en þjálfarinn sko, hann rosalega... Ég var svona sverð líka. En hann rosalega ljúfur og góður maður fyrir utan æfingarna náttúrulega. En maður þarf svona hann þurfti að búa til svona skilur switch þegar hann þurfti að koma inn og vera þjálfari. Ég veist samt ekki verið að lýsa þessu nógu vel, sko. Ég get nefnilega... Ég áróslega erfitt með því að lýsa sömum hlutum, sko, náttúrulega. En mér finnst þetta nefnilega svo áhugavert að því að nú kem ég úr, sko, ég ekki mjög íþróttalega sinnuð, kannski. Já. Þú varst ekkert í sportinu? Sundi á okkur tímpúndi, en það var bara ekki, þú veist, það var engin svona gríðarægi þar. Jú, þetta við áttum að mæta morgunæfingar eða eitthvað svoleiðis, en ég minnist þess ekki að það hafi verið eitthvað svona herægi. Það var engin sem lamdi mig. Svona í hausinn með einhverju. Herægi er rosalega oft notaður í einhverju svona samhengi, sko. Og ég til dæmis, sko, ég er mjög vel að mér í svona military þjálfun, sko. Ég hef aldrei komist nálagt í að vera með heraga til dæmis, þannig að það er búið að stigmatæsa svo rosalega mikið líka bara einhvern veginn, þú veist, í samfélaginu, sko. En hvað þessu til dæmis bara, ég er aldrei með, ég veit ekki hvað er langt síðan, ég er með svona líkamlega refsingar, þú veist, mætir og seint. Ég gerði það rosalega mikið því ég var að byrja, sko, en það var bara því ég var með eitthvað svona austantjálsþjálfara sem að, þú veist, þú ert látið hlaupa eða þú mættir og seint á æfingu og eitthvað svona, hlaupa eitthvað suicide og eitthvað svona. Það hefur vantilega verið eitthvað svoleiðis í... Já, minna bara 20 arbeigur og mættir að seint, sko. Ég er að segja það, sko. Já, ég ger þetta aldrei. En hvernig, sko, bara þurfa, ef við horfum bara á ungt fólk og við sjáum bara, þú veist, og unga karla sem eru einmitt eitthvað leitandi, vantar þá bara aga? Öllum krökkum í dag vantar aga. Já. Sum fá eitthvað af því og fæstir fá mikið af því, en agi er bara besta verkfæri fyrir ungt fólk, punktur. Bara punktur. En ef við sjáum, þú veist, einmitt, það eru ungir karlar sem að svona flosna upp úr skóla og þeir eru voðalega leitandi og ég meina, hvernig tökum við utan þennan hóp? Ég meina, hvernig er hægt að aga þessa ungu karla? Svona ég veit ekki, verða kannski betri við sjálfa sig og fólki í kringu sig. Viktor? Put me on the spot. Sko, samt gott hvað þetta er létt topic, skilur, þetta er ekkert flókið í þessu. Nei, sko, allavega ég er ekki alveg hvernig við getum komið því málið er, ég er að segja þetta allt frá svona mínur, hvernig ég kom upp að þessu, sko, þegar ég vildi, ég er svona þegar ég kannski aðeins yngri, vildi alltaf hafa þetta perceived, þannig að ég svona útlit að vera, skilur, bardamanna töffari og ég held að margir krakkar kannski vilja vera svona kannski einhver, þú veist, íþróttamaðurinn, meðan það er ástæða mjög mikið krökkum fara í, skilur, einhverja boltaíþrótti þegar þeir eru á mjög ungum aldri, sem er mjög jákvætt, en mjög mikið krökkum kannski, meðan það er mjög mikið fólk sem ná ekki kannski alveg það, byrja með þessi smá kannski, og þar var ég svolítið smá tíma en í rauninni það bara fattaði bara skiptir ekki fucking máli, bara þetta perceived bara image að vera, skilur, það þurfa að vera bestur eitthvað. Já, en ég veit ekki alveg hvert ég ætla að fara með þetta, skilur. En þú veist, nú ert þú alveg svona bestur. Segjum þannig, sko, já. En sko, en það sem ég sé bara eins og ég veit ekki alveg hvert ég ætla með þetta, skilur. En hvað, en ég meina, við ímyndum okkur, við séum bara hérna með bara hópa af drengjum og þeir eru bara eitthvað allir frekar grumpaðir. Þeir, þú veist, hvað getum við gert fyrir þá? Hvernig getum við hjálpað þeim? Sko, ég veist þetta svo skrítið, sko, að vera að taka þetta bara eitthvað, taka strákan út fyrir sviðan, sko. Já. Akkur? Já. Því að þetta er bara, sko, ég er að þjálfa stelpur núna og ég finn bara stelpurna þurfa bara nákvæmlega sama á strákættum. Ég veist þetta miklu líkara heldur en þetta sé ólíkt. Ekki nema þegar ég er að fá eldri, sko, konur. Þetta er fyrst skipti í rauninu sem ég er að þjálfa konur í dag. Og þá fattar maður líka bara hvað það er svolítið svona confirmation, sko,
ég byrja með sko 8 ára stelpur og ég horfa inn í að þetta er svona ákveðin þetta er ákveðið svona sektor hvenna körfubolti, við tökum það bara út fyrir sögan ég til dæmis ofta ímynda mér þegar hvernig það til dæmis að því að körfubolti er svona, þú myndir kalla það sennilega karlag íþrótt af því að karlar voru fyrr að byrja að stunda íþróttina það er miklu meiri peningar, miklu meira limelight þú veist, miklu meiri standard svo koma konurnar á eftir eða hvort það koma eftir eða bara styttra síðan að einhver bara dirðist að segja, heyrðu, við þurfum að gera þetta sama fyrir þær, þá fyrir ég ofta að ímynda mér sko, að því að nú er til eitthvað sem heitir svona kynjakvóti og svona hafa jafnt í stjórnum í fyrirtækjum kalla og kvenna og eitthvað svona og þá maður líka svona dálítið að velta því fyrir sér sko, ef þú ætlar að undirbúa konur undir það til dæmis að vera þáttakendur í einhverjum svona hardcore business að þá hugsa ég svona, já ætli það sé bara svipað eins og þegar ég til dæmis með stelpurnar mínar í körfubolta að því að þegar ég ætla að efla þær að þá þarf ég raun og veru bara að þú veist, fyrst þurfa að verða góður í greininni þú veist, þú ert að gera góður í greininni en svo mjög fljótlega byrjar að fatta sko að þetta snýst alltaf skapgerð og þá erum við komin á einhvern svona stað þar sem við förum að greina í sundur sko skapgerð kvenna og skapgerð kalla og konur eiga að vera meira svona í umönnun og tilfinningaríkari og hafa meiri hluttekning og samkennd með karlar eiga að vera meira svona competitive og ákveðnari og líkamlega sterkari og svona, þú veist, og þetta eru hlutirnir sem við höfum og stillum þessi raun og veru upp og svo hefur mér fundið svo áhugavert sko að það eru svona pælingar svona dodrinist pæling sem gengur út á það sko að því að það sem ég leggur rosa mikla áherslu á bursið frá því sko hvað kyn ég er að þjálfa að þú þarft að hafa sko sveigjanleika í þínum geðshræringum þannig að ef þú ætlar að vera svarhæf og þú ætlar að geta bara tekist á í hvaða áskorun sem að þá verður að geta dominata þína geðshræringar og þá þarftu að kunna að nota allt sviðið. Þú veist, ég þarf að geta verið mjög svona, ég veit ekki alveg hvað orði ég á að nota hérna í íslensku, en svona agreeable. Þú þarft að geta verið mjög hlýr, þú þarft að geta hlustað, þú þarft að geta, já, þú veist, ljúfur og góður og hérna, og svo þarftu að hafa hitt sko, sem alveg að vera grjótharður og fastu fyrir og competitive og allt þetta og mér finnst einhvern veginn sko, þegar ég að hlusta á þessa jafnréttisbaráttu og svona sérstaklega svona einhver gagnrýni sem að beinist að mér þá finnst mér hún vera svo sko, hún á að vera svo aðgreinandi og ég meina að það eru hérna það er fólk hérna út í háskólasamfélaginu sem kemur til dæmis inn, hugsaðir ef að þeim minnst sko því ég þekki rosa vel til hérna svona starfsminnar í Mjölnis og ég átta mig á andanum og ég hef séð stelpur inn í Mjölni sem að sko ætlast ekki til þess að fá neitt öðruvísi heldur en strákarnir og það skilja það allir. Þannig að hérna ímyndaður að kemur bara einhver hérna háskólaprófessor og myndi segja sko, já, stelpunnar sem eru hérna inn í búrinu, þær berjast á allt öðrum gildum. Skilurðu mig? Ég skil hvað með. Já, þannig að þegar þú komin í körfubolta og ég ætla að vera rosalega og kenna stelpunum að vera ákveðnar og fylgna sér og allt þetta, þá kemur bara einhver félagsfræðingur og segir bara, já nei, þetta gengur ekki upp af því að sko, af því að konur hafa önnur gildi, þetta er svona svipað eins og þegar verið að segja sko að ef þú fer inn í viðskiptalífið, að þá getur konurna bara allar komið sér rosalega saman hlutina því að þær eru svo góður í að tala saman og það er svo lítið aggressiveness hjá konum. En af hverju er þetta? Bara ekkert eðlilega aggressíft kyn sko, ef einhver ætlar að halda því fram að konur sé ekki aggressívar, þú veist, we got a problem sko, þú veist, en hvernig sína konur aggression? Þess konur sína aggression sko með alls konar hérna læfiskum hætti og það er
enginn sem myndi segja það að passive aggressiveness væri ekki eitthvað sem væri bara mjög svona associated við sem sagt kvennakúltúrinn og þetta til dæmis eitt sem ég búin að vera að gera rosa mikið til dæmis með stelpurnar mínar í þessari íþrótt vegna þess að íþróttin frekju íþrótt og þetta er sko, við vorum að spila í gær og það bara, þú veist, olbogi andlit og það verið að íta og hrinda og svo bara dómarar og þetta bara í eðlisinu sko, að því að sko ég er með fyrirmynd fyrir stelpunum mínar sko við sækjum fyrirmynd í hérna Ronda Rousey já þú veist sem bara kona Dana White var spurður sko hvenær hann ætlaði að hleypa konu minni í UFC og hann sagði bara never og svo bara kemur Ronda hann upp og hún var alltaf í orðin bara aðal númerið á einhverju fight night og hún gerði það ekki með því að vera ljúf og sæt nei. það gerði hún ekki sko en nú myndi svo ég hérna ég finn alltaf í stelpurnar, þú þannig að tala um kallmennsku nei, mér finnst þetta bara mjög áhugavert þá bara má tala þetta, við erum ekki svona bænari alveg sem þú bændir á og það kannski líka það sem að mér finnst rosalega gaman að tala um að við, þú veist, karlar og konar eru ekki svona bænari eins og við einhvern veginn svona veljum að skynja þau í veröldinni og það kannski mögulega ástæða þess að ungi karlar eru að upplifa sig svolítið svona brotna og milli í samfélaginu af því að þeir upplifa þú veist, þeir ná ekki einhvern veginn að uppfylla það sem að samfélagið sko, hérna segir þeim að þeir séu stelpur ekki heldur og ekki stelpur heldur þannig að þetta svona þetta sko, er það bara þessar stimplanir, þú veist, það bara þessar erum við bara ekki nú einhvern veginn opið fyrir því að fólk sé alls konar hversuna, þú veist, hvað getum við gert hérna til þess að bara, þú veist, að ég bara leyfa einstaklingum einhvern veginn svona blómstra og vera á einhverju svona spektrumi án þess að vera alltaf að kynja þau eftir einhverju svona skapgerðamati. Já, ég nefnilega, það fyrir ekki það, Nei, ég var hlust á þig sko. Ég hérna mér finnst til dæmis alltaf mikið gert úr þessu kynjadóti sko og þá segir einhver bara Brynjar samt með klúbb upp í hérna Evrópuröldi sem bara fyrir stelpur og það bara girl power og baráttan, þegar ég svona hugsa þetta ég fekk bara þess að hugta eftir þetta náðan baráttan svo mikið einhvern veginn þannig að hætta að vera að tala stelpunar eins og þessu viðkvæm blóm og hitt og þetta og bla bla það. Þannig að það eiginlega fætið. Þetta svona svipað eins og ég hef heyrt suma mikilsmetna svarta menn í Bandaríkjunum tala það sko að hérna hver leiðin til þess að hérna leysa hérna rasisma og svoleiðis. Það hægt að tala hann. Já. Ég skil aldrei þennan punkt sko að því að við ætlum alltaf að vera að mæta hérna og bara, þú veist, alltaf að vera að tala hvað kynin öðruvísi og alltaf þegar ég ætla bara að koma þú veist að því að þetta er náttúrulega mjög áhugaverð social study til dæmis bara sem ég er búin að vera að gera síðustu 10 árin eina sem ég hef gert að mér sem svo gott ég hef alltaf þjálfað stelpur eins og ég hef þjálfað stráka þú veist en svo eitthvað sem maður myndi segja eitthvað, já, en ég meina þessar aðferðir þær eru svona kallaleg og svona toxic það er bara kjaftaði vegna þess að þetta er bara, þú veist, af hverju þarf það að vera þú veist, ef ég ætla að vera ákveðin þá segjum bara þú verður hérna bara, ert ekki að fíla það sem ég er að segja og ég er bara að fara hérna yfir strikið og yfir lína vertu ákveðin, er það karllægt? Já, það er svona svolítið eftir kannski hvernig ég gera það við erum kannski svona að tala við ljáum kannski körlum svolítið meira þessar svona aggression, þessar svona ytri aggression eins og þú varst að segja sjálfur þú veist, þá myndi ég hérna þú veist, flippa borðinu og hérna og eitthvað svona eða það er alltaf íkt dæmi sko, því að það er ekki beint það sem maður er að sjá til dæmis inn í viðskiptalífinu og eitthvað sluðist það er verið að tala að karlar og konur séu í einhverjum ójöfnum hlutfalli, það er ekki kall sem mætir einhvern fund og flippa borði sko. Ég er með stjórnarþjálfun ég fylgst með hérna, ég vildi ekki að ég nefnt þessar konur, ég fylgst með hérna nokkrum konum sem hafa komið til mín, sem hafa náð greiðlegum árangri í viðskiptalífinu og eitt af því sem ég tek eftir að sem einkenni þær það að þær eru ekki mjög uppteknar af því að vera kona inn í karlægum heimi og það sem ég finnst áhugavert það hvernig karlarnir byrja að akta á konu sem að hérna
mætir þarna inn á jafningja grundvelli og það sem að konurnar fattar stundum ekki, ég segi þetta konunum sem í þjálfun hjá mér, ég segi við það sko ef að kall kemur inn með sömu treit þú veist, með sömu einkenni eða sömu hegðun, þá hann trítaður af einhverjum alfa hundum til dæmis, sem við myndum segja að væri einhverju svona macho kallar á nákvæmlega sama hátt. Ok, en það þetta macho kalla hegðunin sem við viljum kannski ná svo litið utanum sko að því að við Ég langar ekki að ná utan það sko. Nei, þú veist, að því að ég meina við hljótum að vera sammála það að ég meina einhverju sem að koma fram við aðra, saman hvort það eru mjúkir menn eða konur, hvort sem það er inn á vinnustæði eða íþróttum eða óöfböfri vettfangi eitthvað staðar sem koma fram við af einhverjum ákveðnum hætti Hefur séð konurnar sem hafa verið að saka mig alls konar hluti í fjölmiðlum? Já, svona, toxic, já, svona. Sko, þannig að þegar ég að horfa á þetta, að því að sko, þegar ég ólst upp, þá tók ég til dæmis eftir mjög miklu, bara svona í mínu nærumhverfi, mjög miklu ofbeldi af hálfu kvenna. Alveg gríðarlegu ofbeldi af hálfu kvenna. Og ég einhvern veginn sko þegar ég að þjálfa sko ungar stelpur þá finnst mér skipta alveg ofboðslega miklu máli að þær fái að prósessa sína geðshræringar og þær fái tækifæri einmitt til þess að taka allar vítina og það eitt sem að sko vel dokumentað á mínum 10 árum, alveg gríðarlega vel dokumentað, það að hóparnir mínir verða alveg ofboðslega lítið passiv-aggressífir. Svo þegar ég að þjálfa strákana og og ég veit að þetta til dæmis uppálagt í rosalegt hjallastefnu feðin sko. Mér var boðið þarna inn og ég fór svona að stúdera hvað var í gangi og þar verið að sko, þar bara verið að vinna, þú myndi ekki henda öllum strákum, en þar til dæmis verið að vinna með sko strákunum í að sína tilfinningar sínar og svona sína kærleiksríka hegðun í orði og borði sko. Og þetta eitthvað sem að þú veist, það veit aldrei hvað þetta en þetta þú veist, þú finnur alveg konur sem eru gríðarlega aggressívar og harðar af sér og svo finnur mjög soft, mjúka karlmenn sem að bara þú veist, knúsa og kissa og gráta og sína tilfinningar sínar sko. Og alltaf fleiri, við skulum alveg já, það alveg nokkuð ljóst að það alltaf fleiri en samt sem áður þá höfum við þarna einhvern hóp sem að í einhverju svona ég veit, einhverju svona frústrasjón sko út í samfélagið, út í sjálfa sig og þær talað það sem brotna karlmennsku eða eitraða karlmennsku en hvað það þá? Er það þá bara ekki til eitthvað sem heitir eitruð karlmennska? Já, bara skilgreining á eitraðri karlmennsku bara dysfunctional einstaklingu þá? Já. Ertu sammála því? Já, það sé til dysfunctional karlmenn? Ég meina, já. Nei, að eitruð karlmennska sé bara eitthvað svona dysfunctionality, það sé ekkert endilega bundið við karlmennsku þá? Sko, það sem við höfum okkur svona perceived að eitruð karlmennska rosalega mikið bara hvað búið að koma yfir árinskilu og hvað fólk taka inn frá fjölmiðlum hvað skilur að vera karlmaður. Já, hvað svona við ljáum eitraðri karlmennska. Ef við segjum eitthvað svona eitruð karlmennska væri eitthvað svona segja nauðgunarbrandara og tala niður til kvenfólks og hata homma eitthvað svona. Ég meina, það bara skilur hvað þú sagði niðurbrotin einstaklingur eða Já. Bara eiginlega þannig skilur og því miður það skilur algengt að fólk að gera svona. En ertu að meina það sé að aukast? Nei, ég bara að meina að það sé til. Ég meina það til og einhver sem heldur því fram að það sé ekki til? Nei, það held ég ekki en kannski að fólk halda en kannski fólk heldur því freka fram að þú veist, það ljáir karlmennsku þessa eiginleika þannig að það ekki til eitthvað sem heitir endilega eitruð kvenmennska eða
Það var mjög auðvelt að búa það til ekki í daglegu tali allavega. Eitru kvenmennska bara ég skal bara koma með skilgreiningu á henni sko. Já, Viktor, þú veist að segja með að við náttúrulega ljáum karlmennskunni einhver svona gildi sem að við kannski ljáum konum ekkert endilega og það þá vegna þess að karlmenn eru reynilega eitraðri heldur en konur eða erum við bara eitthvað hvað erum við að gera? Sko, það sem ég alltaf hef tekið með mér er að við sem svona samfélag það mjög algengt þessi svona hegðun hjá karlmennum sko, jafnvel hjá kannski karlmennum sem skilgrein sem ekki eitra karlmennsku sko, þá lúmar þetta í mjög mikið af karlmennum sko og ég held að það bara mjög mikið með hvernig, við sem samfélagi búið að byggja karlmenn og konur upp bara frá mjög ungum aldri og líka bara með þetta mindset að konur eiga að vera heima þar eiga að sjá börnin og allt saman og karlmenn þurfa að vera út í vinnunni, vera dominant típunar og allt saman og svo það það sem ég held kemur mjög allavega fyrir mig það það sem kemur mjög oft með eitra sko, ég held að ég get alveg sagt fyrir flesta það að allir karlmenn hafa svona engagea í svona eitraðri svona karlmennsku sko, ég að sögum punkti og þetta En þetta eitur, það karlmennska? Hvað kemur þetta eitru karlmennska? Hvar verður þetta til? Sko? Toxic masculinity, sko, þetta bara eitthvað svona sem að þetta líklega eitthvað svona kynjafræðitörm þú samt ekki að fara með það sko, hvaðan þetta kemur Þannig ef kona myndi haga sér mjög karlmannlega væri hún þá að sína eitraða karlmennsku líka? Hún myndi held ég vera kölluð pick me kannski einhver kona sem kannski að aðlast að öðrum karlmönnum til að svona identifya meira með þeim til að vera svona ein af strákunum Já. En það ekki líka samt svona það eitthvað svona þar eru að detta mjög mikið í svona kannski svona patriarkal í svona roles fyrir hvar konur vilja komast að karlmennum og hvernig suma konur líta eina leiðin fyrir þau til að detta úr þessu svona patriarkal staðsetnum að tileinka sér svona svona aðlast að karlmennum svona þetta pick me attitude En það væri því ég byggi allt mitt bara á svona clinical observation sko og nú ég bara strax með ákveðin aðila í huga sko sem er kona mjög karllæg þú veist mjög ákveðin svona, lætur fólk alltaf heyra það og þá ég bara að velta fyrir mér það sem ég næ ekki að það, ef einhver segir við mig eitruð karlmennska þá ég bara fyrst og fremst að hugsa bara fyrir fyrsta, þá það bara, fyrir mér bara rosalega erfitt að segja, hvað karlmennska? Það var svona næsta spurning þannig að bæta sig en eitruð karlmennska að það bara situr hausinn á mér í eitthvað rosalegt spinn en ég veit ekki einu sinni hvað karlmennska? Það er svona einu af þessum spurningum sem við höfum verið að velta upp hérna við þetta borð. Þurfum við ekki að taka það fyrst áður við þurfum að tala að karlmennska sé eitruð? Hvað karlmennska? Svo við förum bara beint á hvað. Ef ég mætti bara, karlmennska fyrir mig bara, þú veist, karlmennska fyrir mig bara hvað gott fyrir þig, sem manneskjuna og, ég teki þetta mjög mikið frá pappa mínum, sem ólst upp í Breiðholtinu á þeim tíma og ég hef aldrei séð hann sem eitthvað svona, ég hef alltaf lítið upp til hann sem svona fyrirmynd fyrir svona karlmennsku sem að vera vertu ná sterkur til að vera góður, komdu vel fram með aðra og þú veist bara mjög svona einfaldir hlutir að vera bara góð manneskja það frá svona mínu sjónin hvernig ég hef upplegað
hvað karlmennska segðu þetta eftir, hvað það sér að vera góð við aðra? Bara, þú veist, bara ógeðslega fundamental basic hluti, skilur, bara, þú veist, vertu nóg sterkur til að vera góð við aðra, bara svona be strong enough to be kind, bara svona þannig hugleyslega og, þú veist, sterkur hvernig? Sterkur, þú veist, bara Andlega. Já, ég meina, gefið mér dæmi, bara ég er að reyna átt með á þessu, sko. Já, að þarna strax ég kom bara með fullt af mæður sem hafa nákvæmlega þetta og það er þá karlmannlegar. Að verður nógu sterkur til þess að vera góð við aðra. Náttúrulega ég er draðið frá mínu svona að vera karlmaður, skilur við. Bara hvað ég persífa karlmennsku fyrir mig til að vera. En það þýðir ekki að það skilur karlmennska. Það gætu virka á konur jafn mikið og það virka á karlmenn, náttúrulega. Ég bara sé þetta skilur sem karlmennska. Svona karlmennska fyrir þér allavega, hún er þetta að vera bara nóg sterkur til að vera góð við aðra og koma vel fram. Og er það eitthvað önnur persónuleika einkenni eða eitthvað svona sem að þú veist eitthvað svona essence í körlum sem þú veist lætur það að vera karla? Þú veist bara eins og ég sagði bara rosalega einfaldir hluti bara aldrei að búast við að vera fá einhvern tilbaka fyrir að vera góður og alls konar þannig en eins og ég segi þetta bara mjög mikið hvað ég dreg frá pappa mínum sko því hann rosalega ljúfur og góður maður sem kom kannski frá svona mjög erfiðri svona upbringing En ef þú væri að tala móður þína eða skilur þú veist ef þetta væri bara þetta væri skilgreining einhvers á móður sinni Það þetta góð punktur Það þetta, en hver að því að við erum alltaf að tala karlmennsku, karlmennsku og við erum að tala eitthvað svona kvenlægildi og eitthvað svona og ég meina, fyrir mér var til dæmis bara mjög auðvelt að útskýra bara eitthvað, ég meina, kvenlægildi eru svona ákveð mýkt og umhyggjusemi og eitthvað svona, þú veist, eitthvað sem að mér hefur verið innrætt og svo það sem mér mjög mikilvægt Ég langar nefnilega rosalega að vera mjúkur og ég með markmið, bara sérstakt markmið það að vera umhyggjusamur og mjúkur. Já, en það einmitt að því að, sko, og fyrir flesta konur að því að nú hef ég talað mikið við konur og verið mikið og ég meina kvennasamstæðan skiptir mig ofboðslega miklu máli og ég var samskapið velt fyrir mér hvort að karlar hafi þessa sömu tauga því að við konur, við vitum alltaf af kvennasamstöðunni, sko. Það eitthvað svona En veistu hvað ég held með kvennasamstöðunni? karlasamstæða til? Já, sko, þegar við erum að tala kvennasamstöðu þá þetta aldrei áhugavert hvort það meðfætt eða á unnið? Þú veist, það bara er það ykkur í blóð borið eða það bara hvernig þið lærið þetta í kúltunum? Ég held í alvörunni að þú bara fæðist svo lítið inn í kvennasamstöðuna og þetta bara, þú veist, hún bara þetta sterkur þráður. Ég held að Þetta sé bara meðfætt? Í rauninni fæðistu inn í, já, ef þú fæðist sem kona eða tilheyrir því spektrúmi einhvern veginn, hvors kyns sem þú ert, þá dettur einhvern veginn svona automatist inn í eitthvað sem heitir kvennasamstæða. En til karlasamstæða. Það er svo mikilvægt að velta fyrir sig, sko. Er það born eða bilt? Það náttúrulega bilt á einhverju svona, þú veist, árhundruðum kúunar kvenna, sko. Það verður til einhver svona sameiginlegur þráður, sko. Þannig að, sko, og þá það þannig að hvernig samstæðan auðvitað byggist upp á því að hafa verið undirokaður hópur alveg saman eins og bara samtökamáttur svartra og svo annara minnihlutahópa bara í veröldinni, samtökin 78 það ákveðin þráður þar en Hvernig tengist þráður samtökun 78 við minnihlutahópar standa saman og þá ég að tala undirokaður hópar í samfélaginu, þeir standa saman en ég velti fyrir mér hvort að karlar búi við einhverja álíka samtryggingur og nú átta ég á því að þeir hafa kannski ekki verið undirokaðar hópur sem karlar, þeir hafa samt verið undirokaðar kannski sem fátækir karlar, sem brúnir karlar, sem hinsegin karlar, en hvort að það sé til eitthvað sem heitir karlasamstæða af því að kvennasamstæðan til? Sko, ég í bara mjög mikil eins og staðan í dag, sko, þú veist, þá eiginlega hvað kallar þetta? Þú kallar þetta samtrygging? Það til eitt sem heitir samtrygging og það kannski annað heldur en samstaða, sko. Samtrygging meira þegar það talað að karlar ráði vini sína. En svo til þess bara starfið sem ég búin að vera í síðustu 10 árin. Þar eru bara riddarar hringbóðsins hjá mér konur, sko. Þannig að
Býr þú bara í einhverju svona heimi sem þetta bara þið konurnar, engin svona kallar í þínu lífi svona sem að þú finnur til einhvers konar svona bara... Jú, og þeim mér þykir vænt mjög marga Nei, ég ekki að tala það bara, þess að þú ert í svona samvinnu við og... Alls konar kalla, ég vinn með fullt af köllum, en það ekki það. Ég er að meina þetta, þú veist, það þetta svona, þessi svona samhugur, einhvern veginn. Ég finn svo mikið samhugur með konunum sem ég er að vinna með. Já, nei, en meðal karla er ég að leita af. Já, það sem ég segja, það skiptir mikið máli. Ok. Það ekkert eitthvað svona sem að körlum vantar. Að bara við kallarnir séu saman einhvern veginn að bara hvað sko eitt sem að mjög áhugavert með dettur í höruna það var það því ég var að byrja að þjálfa stelpurnar hérna áður fyrr þetta fyrir 10 árum síðan það eru sem 8 ára gamlar þegar það verða 10 ára gamlar þá er þetta þannig að það eru að verða mjög góðar í því sem það er að gera og ég hugsaði með mér hvert mitt hlutverk í þessu mitt hlutverk eiginlega þarf að vera það að ég er mjög hæfur til þess að gera góðar það sem að vantar hos í körfuna eru hæfur þjálfara stelpumegin af því að þeir sem eru ambitious og vilja komast eitthvað áfram í lífinu þeir fara ekki stelpumegin af því að það er að taka svo mikið skref aftur á bak eða stelpunar það er ekki nógu gott fyrir ferliðin og þetta er mjög áhugavert ég hef hort á hérna landsliðsþjálfara kvenna vera að tala það að þeir séu að taka skref upp og við þeir verða aðstoðarþjálfarir hjá köllunum. en akkurat þetta sko, en hvað er það? En býtu, svo er það þannig að ég byrja að þjálfa stelpurnar og þær verða svo góðar og ég hugsa bara svona, já, við þurfum að breyta virði kvennakörfubolta og fyrsta skrefi er náttúrulega bara að þú verður að gefa en tækifæri til þess að vera góður í greininni. Svo er það þannig að ég er með einhvern 20 manna hóp. En skiptir það einhverju máli þegar þetta er viðhorf karlana? Þú veist, þjálfarana, þeim finnst það skrefi niður og við að vera... Það konunum finnst það líka. Hvernig breytum við því? Já, sko, býtu, það er nefnilega annar punktur, þú ert að stela punkturinn mínum. Já, fyrir ekki. Sko, punkturinn var einfaldlega sá, svo þegar það er 10 ára gamlar, þá hugsaði ég með mér, sko, það getur hver sem er þjálfað þennan hóp og mætt á æfingu og bara hent boltanum fram og þú veist, og þetta er bara svona traditional kvennaprógram. Ég sagði, ef ég á að vera að gera þetta hérna í einhverju sjálfbóðavinnu og eitthvað sliðis, að þá ætlum ég að fá að gera smá kröfu og krafan er einfallega svo að þeir sem að eru tilbúin að gangast við mínu tough love sem var bara að þú mætir á allar æfingar nema þú sért bara með einhverja mjög góð afsökun og æfirinn með körfubolta heima í svona 10 mínútur á dag. Þetta er svona 3 til 4 æfingar í viku. Að þeir geta hangið hérna með mér en þess að ef þú ætla bara að mæta á aðra hverja æfingu þá er það dragbítur á hina vegna þess að þú veist hinn eru svo háður í því að þú sért með þannig að þetta er liðsíþrótt og ég hendi þessu fram sem svona ég segi þetta er eljustefna, þetta er ekki elitismi að því að mér er alveg sama hver þú ert bara ef þú ert tilbúin í þessa skuldbindingu þá ertu alltaf þjálfaður eins og þú sért hérna $1 million prospect Herðu það var allt brjálað og það kemur aðili til mín og rétti mér skýrslu og segir, þetta er rannsókn sem sýnir fram á það að stelpur eru í íþróttum út af öðrum gildum heldur en strákarnir og þetta er rétt ef þú skoðar þetta en er rannsóknin orsök eða afleiðing ef þú tekur allt frá stelpunum ef þú tekur fyrirmyndirnar ef þú tekur framtíðasýnina ef þú tekur kröfurnar sem þær vilja þú veist, þú tekur þessi tækifæri til þess að bara þú getur einmitt fengið einhver tilgang og séð akkur er ég að þessu og allt þetta að þá auðvitað bara er ekkert eftir hana heldur en stelpurnar og það var svo magnað að fylgjast með hvað mömmurnar voru einmitt rosalega uppteknar af því að stelpurnar myndi alltaf halda hópinn og ég sit á mig einhver svona kynjaglerugu og ég hugsa með mér ef þetta væri strákur þá væri það bara gott að hann væri sjálfstæður og harður að sér og ákveðin og ef hann myndi til dæmis að fara úr hópnum sem hann er að æfa því að hann getur farið á einhvern betri stað þá myndu strákarnir vinir hans segja bara, vá, hann er að fá tækifæri meðan að yrði eitthvað svona passíft aggressíft hjá stelpunum sem væri bara svona hver heldur hún sé, öfund, bla 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 þannig að virði einstaklingsins þarna í þessum 2 tilfellum sem ég þekki mjög vel var annars vegar strákurinn á að vera góður, ákveðin samkynhneigður, meðan að stelpunum finnst að fremst að vera vinsæl eiga góðan vinahóp og eiga einhver svona tryggingu í vinkonun og það er kannski bara vegna þess að stelpurnar eru aldar upp við það er ekki verið sterkar og sjálfstæðar
og ég að upplifa þetta rosalega mikið í minni íþrótt alveg allan daginn, sko, ég get bara sýnt þetta. Það skilur við sterkar og sjálfstæðar en einmitt ekkert of. Já, en það náttúrulega bara málið, þannig leið og þú finnur það, en svo þetta málið, þegar þú kemur inn í til dæmis mína íþrótt, að þá ertu alltaf bara hinum einur strákarnir, hérna með einur stelpunar, og það hefur nokkur sinnum komað stelpur í Aþenu, og þegar ég spyrir það og segir bara, akkur eru komnar, þá segir ég bara, að því að við áttum okkur á því, þá eru kannski svona 12 og 13 ára gamlar, að þá að vera öskra strákana hinum megin, gera því líka kröfur á þeir voru að gera allt aðrar æfingar og við vorum hérna bara, það var bara ok að stelpunar mætti inn og voru bara fíblast. Myndirðu segja þá að þú værir að ljá stúlkum í íþróttinni ákveðin karlmennsku gildi? Ég neita því. Ég segi bara fuck that, sko. En bara svona lokum svona áður en að hérna við klárum þetta. Áður við leysum þetta. Já, áður við leysum þetta mál. Það bara svona rétt til þess að klára þetta, hvað karlmannska? Bara svona, þú veist, bara í nokkrum orðum. Ég er ekki komin til að svara því, sko. Nei. Veistu, mér finnst mjög áhugaverð punktunni sem hann kom með, sko. Reyndur raunni, ég held að ég sjálfur veit ekki hvað karlmennska heldur. Og erum við þá að sjá, ég meina að einstaklingur líði illa í okkar samfélagi þess að hafi ekkert með einhverja frumur í þeim eða þvakkfarin á þeim að gera. Þetta sé bara, fólki líði bara illa. Er þetta bara samfélagslegt vandamál eða er þetta kalla vandamál? Nei, sko, ég neita því að slíta þetta í sundur og eitthvað bara, já, ég sá mjög áhugaverðan, talandum um konur sem passive-aggressiva, sko. Ég sá mjög áhugavert skilti á kvennafrídaginn fyrir nokkrum árum síðan. Þar stóð, breytum ekki konum, breytum samfélaginu. Okay. Og ég man því að horfa á þetta og ég hugsaði bara með mér, vá, hvað þetta er grillað. En það sem ég til dæmis að takast á við rosa mikið í kúlturnum sko, mæður hafa náttúrulega miklu meira inngrip inn í bara svona nurturing og svona þessa svona, hvað var maður að segja, já, svona passa upp á til dæmis að börnin komist á æfingu og það allt sé góðu og allt þetta. Og þegar ég að takast á við einstaklinga með kvíða, þegar ég að takast á við einstaklinga bara með lágt sjálfsmat eða vandraða stráka eða eitthvað svoleiðis, þá vandamálið alltaf heima fyrir. Og vandamálið hvílir á því að móðurinn er ekki nógu ákveðin, móðurinn er ekki með nógu mikið sjálfstraust og faðurinn er kannski ekki til staðar. Skilur hver að fara. Svo get ég alveg séð þetta sem sagt omvendt. Ég skildi ætla það að móðurinn og faðurinn væru með einhvers konar samkomlag það, þau ákveða að eiga börn og ég get ekki séð það að annar aðilinn eigi að vera svarhæfur í þessum aðstæðum og til dæmis bara mín mesta áskorun í dag við það að takast á við kúltúrin í því að auka virði sem stúlkna eru konur og svona, það sem kallað einhver svona kvenlega gildi sem að berjast á móti í raun og til byltingin að geta börni sín. Þetta er svona ef ég bara tala um öfgafeminisman, hann hatar það sem ég að gera til dæmis. Af hverju? Vegna þess að ég með stelpur sem að ég segi bara, þið eruð engin fórnarlömb hérna. Ég að gefa stelpunum mínum eitt besta umhverfi sem bara finnst á Íslandi til þess að auka virði sitt og stelpur, þær fá meiri betri þjálfun en flest strákalið og þær hafa enga afsökun í raun og veru til þess að vera minna verðmætt og þá allt í raun bara hristir rosalega í stelpunum mínum og þær eru bara leitandi fyrirmyndum út allt, svo kom bara fullt af konum og segja bara, já, hann sérði ekki, hann er ofbeldismadur, hann er að öskra á þig og ég er búin að öskra stráka í 25 ára og það er bara, þú, Viktor bara þegar að negna strák, já, ég þarf að senda hann til Brynjar og láta Brynjar aðeins gefa honum tough love, skilur mig, herðan aðeins akkurat, herðan. En það svo þegar ég ætla að herða stelpurnar og þú sér þetta eru grjótharðar stelpur, þetta eru geggjaðar stelpur, þá ætla þeir sem að halda þessum fánum á lofti að gera lítið úr þeim. Vitið það,
þetta svo sýkt og ég get ekki séð, þetta sé karla og kvenna, þetta samfélagslegt sko, og svo þarf að eiga sér samtal, miklu meira samtal á milli sko. Hér eru við. Ég veit að þessna mætti ég sko, þó ég vissi ekkert hvað ég ætti að gera hérna sko. Við leysum þetta ekki núna, við þurfum að hleypa í næstu gestum inn í stúdíó. Ég verð bara að fá okkur eftir að borði, það svo mikið víst. Hver að fara að horfa á þetta? Bara allavega nokkur háskólabíó. Já, takk ykkur kærlega fyrir Viktor Gunnarsson og Brynja Karl, þið stóðu ykkur eins og hetjur, miklu kallar í krabbinu. Og sterk kona. Það ég. Þú ert ekki sterk manneskja, þú ert sterk kona. Takk kærlega fyrir og tókið við, það meira hér handa við hlýja. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu óskar stofnunum ársins til hamingju með árangurinn. Stofnun ársins 2024 í flokki ríkistofnana með 90 starfsmenn eða fleiri, fyrsta sæti Fjölbrautaskóli Suðurnesja, annað sæti Menntaskólinn í Kópavogi, þriðja sæti Fjölbrautaskóli Suðurlands, Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is